Komið sæl, velkomin í hlaðvarpsþáttinn Styrktarþjálfarinn. Ég heiti Guðjón Örn Ingólfsson og sá sem mun fylgja ykkur í gegnum þessu 20 þáttaseríu. Markmiðið með þessu þáttum að ræða við aðra styrktarþjálfara sem í sama geir og ég sjálfur og ræða svona hvað þeir eru að gera og hvert hlutverk þeirra eru hjá þeirra félagi. Hvort sem það bara all in að sjá bara allt sem tengist líkamlega þættinum eða hreinlega hvort þeir sjá bara styrk eða endurheimtaræfinga jafnvel. Hugmyndin með þættinni kviknaði svolítið í kringum þáttin sem Baldur Sig gerði og var sýndur hér í sjónvarpinu sem hét lengsta undirbúningstímabil í heimi. Mér fannst mjög gaman að fylgjast með og sjá svolítið svona hvað félagin voru að gera á bak við tjöldin og mér leittist ekki að sjá einmitt styrktarþjálfarana vera að starfa þarna og hlusta kannski hvað þeirra hlutverk var í kringum það sem var í gangi. Styrktarþjálfarar eru kannski svolítið mikið á bak við tjöldin og fáir kannski gera sér hreinlega grein fyrir því hvað í raun og veru þeirra hlutverk hjá félagunum. Maður upplifir stundum sjálfur að maður ræði við eitthvað og þeir halda hreinlega sér bara að mæta 2 í viku, sjá liftingaræfingar og labba í burtu. En í raun og veru í nútíma fótbolta sem sífellt meiri krafa líkamlega afkastagetu, þá mjög mikilvægt að vera með mann á svæðinu sem að stýra þessu þáttu, hvort sem það bara að taka gymmið eða sjá GPS-mælana eða sjá bara hlaupaæfingar á æfingunum, en að hann geta stjórnað æfingaálæginu eða svona, hvað segir maður, að hafa svolítið góða álagsstjórnun á hlutunum. Það sem við ætlum að gera í þessum þáttum, við ætlum að ræða við styrktarþjálfara sem starfa bæði í efstu deild karla og kvenna og sem og í næstefstu deild. Og það verður mjög gaman að sjá það sem við erum með mjög ólíka æfingakúltúr í kringum kannski þessar 2 deildir og líka sjá hvernig munurinn á milli karla og kvennaliðana. Það sem við þurfum líka svolítið að gera okkur grein fyrir að við erum ekki með atvinnumanna umhverfi hérna á Íslandi og þess vegna þurfum við ofta að vinna í frekar amatúr umhverfi og þurfum að gera sem mest sem við getum úr því sem við höfum og það líka alveg ákveðin áskorun sem mjög gaman að takast við. Ég hef sjálfur núna unnið í kringum efstu deild, kallaði knattspyrnu þetta var mitt 8. tímabil sem var að klárast núna, ég tók 3 með FH og þetta var mitt 5. með Víking. Og það sem í umhverfinu það að við þurfum auðvitað alltaf að finna leiði hvort sem við erum að mæla leikmenn og eða stjórna álæginu einn eða annan máta. Sumir kannski nota eitthvað skonar tæki og tól, aðrir þurfa hreinlega bara að láta menn svara spurningalistum eitthvað svoleiðis því að við þurfum svolítið að fá innsýn á það hvort við séum að gera rétt eða rangt. Það sem ég hef sjálfur svolítið lifað með í gegnum tíðina það að eyða svona guesswork eða svona getgátum úr minni vinnu með því að mæla sem mest og sjá hvort að menn séu ferskir, hvort við séum að leiðin í rétta átt með prógramin og alls konar þannig. Og því líka mjög mikilvægt að gera það þegar við erum að þegar við erum að fylgja álagsstýringun okkar það að við séum að haka í ákveðna breytur og sjá að við séum virkilega að ná að vinna í þessum líkamlega þætti og það sem sker úr oft á milli okkar og kannski annara liða þegar kemur í Evrópukeppni það að þau eru miklu betur stakk búin að takast á við verkefni undir hærri ákefð. Það eru til rannsóknir sem sýna það að við höfum aukið mjög mikið á síðustu 10-15 árum fjölda spretta í leikjum, hærri sprettmetra þótt kannski á sama tíma heildarvegalengdin svipuð og á sama tíma meiðslin, þau eru ekki kannski endilega að minnka en miðað við líkamlegu kröfurnar þá eru þau ekki að aukast þannig að við erum að gera mjög gott í þessum sportscience heimi með þessu. En svona, aftur að því að maður búin að tala nú að ringja markmið með þessi þætti þá finnst mér mjög gaman að fá að heyra í hugmyndafræði annara þjálfara og bæði spjalla við á fyrir og eftir þætti og á meðan þætti stendur auðvitað og geta svona aðeins fengið innsýn á það hvernig þeir eru að vinna sína vinnu. En þá komið að kynna samstarfsaðilina í kringum þennan blessaða þátt. Ég passaði það því ég var að hanna þáttin og svona umhverju hvernig ég myndi vilja hafa þetta. Ég myndi ræða við fyrirtæki sem ég treysti og trúi á vöruna frá. Og þess ég passaði líka var það að ég væri að fá með mér í lið einhverja sem þið hlustendur gætuð nýtt ykkur líka hvort sem þið eru þjálfarar, íþróttamenn eða hafi bara mjög gaman af almennri hreyfingu yfir höfuð.
Og fyrirtæki sem með mér, ég með fitnessport með mér og fitnessport þarf ekki að kynna fyrir neinu sem hefur verið að lifta lengi eða verið í einhvers konar líkamlegri þjálfun í þó nokkuð tíma. Og það sem þeir eru með hjá sér eru Wow Hydrate sem eru svona drykkir, fullkomni drykkir fyrir öll tilefni og hvort sem það er á æfingu eða fyrir krakka jafnvel eða í veikindum þá er drykkurinn stútfullur af söltum og steinefnum og einnig líka fullur af vítamínum. Og meðal annars er D-vítamín sem er mjög mikilvægt fyrir okkur Íslendinga sem búum hérna sem aldrei er sólu við veturinn og því er mjög mikilvægt að við fáum D-vítamín í skrokkin á svörtustu dögum vetrarins. High Five er hágæðavara sem er líka hjá fitnessport og henta mjög vel fyrir íþróttafólk. Í vörulínunni frá þeim að finna kolvetnablöndur til að fá bara ákveðna orku og svo orkugilin og sölt. Og fyrir fólk í íþrótti skiptir miklu máli að við séum að fá okkar eldsneyti svo hægt sé að performa þegar á reynir hvað sem er í leikjum eða æfingum. Við þurfum að hafa okkar orkulevel alveg bara í botni. Og orkugil frá High Five getur reynst mjög dýrmætt orka í hálfleik til að geta keyrt upp orkustig á nýjan leik fyrir seinni hálfleikinn því að það er alveg rannsóknir sem að benda á það að glýkógenbyrðirnar það hrynja hratt í seinni hálfleik og þess vegna er mjög mikilvægt að hlaða upp á nýtt þegar vera búin að hlaða upp á nýtt þegar við komum á völlin aftur í seinni hálfleik. Unbroken er einn af stærstu 4 styrktaraðilum bestdeildarinnar og upprunalega var fundið kannski ekki út fyrir endurheimtar meðal fyrir íþróttafólk heldur meira til að leysa næringavandamál. En Unbroken býður upp á handhæga 4-þætta virkni til að mæta næringar og vökva þörf sem styður vel við ónæmiskerfið og virka hratt fyrir endurheimt. Og innihaldsefnin í Unbroken frásogast fljótt í líkamanum og virkni þeirra kemur einungis á nokkrum mínútum eftir inntöku, sama hvað þú ert að gera hverju sinni. Og þessum er mjög gott eftir leiki til dæmis að henda Unbroken og hristibrúsa sinn, vatn og láta standa til að tafla leysist upp og þá erum við ready to go að hefja okkar endurhæfingu nýjan leik. Því að tími strax eftir æfingur oft talið vera mjög mikilvægur eða jafnvel mikilvægasti þátturinn á tímasetningu næringar og efnaskiptaglugginn eða anabolic windowin, það er svona fyrstu 30 til 60 mínútur eftir æfingu, er besti tími til að hlúa vöðvastyrk og endurheimt með hjálp mikilvægra næringar. Og það sem er geggjað við Unbroken er það að það er búið til úr laxapróteini. Það er peptíð sem hefur háa sameindaþyngd í því. Og það er einstakt við Unbroken er að notuð er náttúrulega ensím laxins til að brjóta niður próteinsameindirnar. Það er við líkjum eftir eðlilegri meltingu mannsins. Líkaminn eyðir litlu sem engu tíma og orku meltingu því hefst bara batinn einungis nokkrum mínútum eftir inntöku. Því mjög gott er að taka þá Unbroken þegar mikið álag er í gangi og því hafið séð það að CrossFit fólkið okkar notar þetta mjög mikið sem og hefur líka Gunni Nels verið andlit þeirra, þannig að það er mjög gott að eiga þetta við höndina eftir mikil átök. Þriðji samstarfsaðilinn í þessu þætti eru Biobú og það er matvöruframleiðandi sem sérhæfir sig í lífrænt unninni vöru. Þeir eru líklega þekktasti fyrir jógúrtið sitt sem er virkilega bragðgott. Mangojógúrtið er bara algjörlega vinsælasta sem menn fá á mínu heimili. Og svo finnst mér sjálfum mjólkið þeirra alveg vera geggjuð og eins og besta sem ég bara fæ á Íslandi. Og það eru nokkra erlendar rannsóknir sem hafa sýnt það að mjólk sem er framleidd en með lífrænum aðferðum hefur meira af lífsnauðsynlegum fitusýrum eins og omega-3 og CLA fitusýrunni. Nýlega smakkaði ég líka nautahakki frá Biobú sem er algjört eðalkjöt sem er beint frá bóndabílunni, mæli hiklaust við því. En í dag, í þessum þætti, ætla ég að tala við hann Jóhann Emil, styrktarþjálfara Vals. Hann var nýlega Íslandsmeistari með meistaraflokk kvenna í knattspyrnu og hann einnig sér styrkin hjá meistaraflokki karla í knattspyrnu. Það er mjög gaman að spjalla við Jóa, þetta er í annað skipti sem við ræðum saman en í fyrsta skipti undir þáttaröðinni styrktarþjálfarinn. Ég kynntist Jóa upprunalega þegar við vorum að starfa saman í Spörtu þar sem hann var einn af eigendunum og ég kom inn með minn viðskiptavinahóp og hóf þjálfun þar. En eftir hverju erum við að bíða? Við skulum bara byrja þetta partí og bjóðum Jóa í heimsókn. Takk fyrir. Sæll Jói, velkomin. Takk fyrir. Þú ert styrktarþjálfari Vals. Já, það er rétt. Og kannski ágætt að við byrjum þá því að þú svolítið kannski fer svona yfir þinn feril hvernig þú þróast sem þjálfari og þar sem þú stendur í dag. Já, sko, þetta ævintýri byrja svona í kringum 2013 sem ég er beðinn að
taka við körfuboltaliði kalla hjá Stjörnunni og þar í eitthvað 3 ár og svo fæ ég símhringingu hérna eftir logo KSÍ 2016 og hérna beðin að taka við sem styrktarþjálfari hjá Val og byrjaði bara með kallaliði fótbolta og það gekk eiginlega einum og vel þannig að svona í júní það ár 2017 þá ég bara beðin að taka við bara öllum klúbbnum og var í því bara alveg til loka árs 2021 tók mér smá frí, ég ætlaði að vera í alveg heilt ár og fyrir í F á þarna stuttan tíma Fylgir þá þjálfarateyminu sem var með þér upprunalega í Val þangað yfir Jú og hérna og fer svo aftur yfir í Val fyrir þetta tímabil þannig að ég eiginlega búinn að ná 10 árum þar sem ég hef verið að vinna svona með afrekshóp Já, bara svona high level íþróttafólki á Íslandi Já Það hljómar mjög spennandi og þú ert auðvitað líka fyrir stofnandi Spörtu á sínum tíma Jó, það eiginlega svona, þú veist markmið með Spörtu var á sínum tíma að vinna með íþróttafólk af því að það var fullt að liði að fara að biðja að þjálfa Já. og í kjölfarið þú veist að detta bara inn alls konar hópar timmans í þjálfun og hérna þannig að þetta búið að vera alveg frá því að vera bara einkaþjálfari í sporthúsinu og vörglas með alls konar fólk yfir í það að vera með bara high profile íþróttamenn sko. Nákvæmlega, ég kynnist þér undar þú veist, við kynnust upprunalega í Spörtu þegar ég kemur mitt og tek mína íþróttamenn þangað inn og þjálfa þar upprunalega það var smá öfund þá sko og það voru fullt af svona einhverju vel þekktu liði maður bara, shit maður, ég þarf að fara að steppa up að game sko Það voru alvöru íþróttamenn Það voru alvöru íþróttamenn Það var gaman að því en fyrst við erum að tala um feriliðinn og tala um hvernig hann hefur þróast en einhver bakgrunnur liggur á bak við það hver svona þín menntun á þessu sviði og reynst, eins og segið, þú varst að einkaþjálfa líka kannski áður fórst í íþróttafólki en hvað varstu búin að einkaþjálfa svo lengi líka til að byggja upp þennan reynslubanka áður fórst að þjálfa íþróttafólki Sko, ég byrja 97 var í 20 þá byrjaði svona að maður aðeins að spila fótbolta þarna suður frá í Keflavík og þá fer maður svona aðeins að spá og velta sér fyrir hvað maður vill gera og hérna ég fer í háskólanám útskrifaðist sem íþróttafræðingur árið 2002 frá HÍ og hafði alltaf svona haft mikinn áhuga á í raun bara styrta þjálfun ekki einhverjum kraftlýtingum heldur bara styrta þjálfun og það var að koma eitthvað þarna nýtt sem heitir functional training og eitthvað og heitlaði mér svolítið mikið og í raun og veru þá tekur maður bara svona boltan þarna svolítið á lofti og sækir fullt af námskeiðum les alveg ríkalega mikið af efni sem að flest allir sögðu bara þetta mun aldrei ganga þú mátt aldrei geta verið að þjálfa eitthvað íþróttafólk á Íslandi sko. En á meðan maður þessu þá maður að einkaþjálfa frá 2002 til var ekki bara 2010 og hérna var í sporthúsinu og fór svo verið í vörglas og var svona alltaf að detti inn einn íþróttamaður tíma sko. og hérna 2010 og þá kynnist ég hérna Helga Jónasi hann var með Metabolic og hérna og við ræðum eitthvað aðeins saman og svona mér líst vel á þessa hugmyndafræði hans og eftir það þá maður svona að taka stökkið yfir í að þjálfa íþróttafólk og minna af almenning en þú veist, jú, maður stofnaði þetta Spörtu og var, hvað var ekki 5 eða 6 ár það sem maður var með almenning líka ásamt í að vera íþróttamenn en svona bankinn sem maður byggir upp eiginlega frá svona cirka 2000 til 2013-14 þá var maður komið með alveg massa banka af æfingum, mælingum og hvað var ekki að gera og hérna þannig að ég var búinn að gera fullt af mistökum áður maður tók í raun og veru við fyrsta íþróttahópnum sko. En þú veist Það líka bara besta leiðin til að læra að sjá hvað virkar og virkar ekki
þú veist, gerum við öll mistök líka á leiðinni. Já, og þú veist, að því að ég náttúrulega, ég vil ekki segja að ég hafi verið íþróttamaður, en þú veist, ég var að stunda fótbolta að krappi og þú veist, eitt tímabil var ég 90 kíló, helskafinn og var að spila fótbolta, fór í alveg massa liftingaprógram, bara að sjá hvernig það myndi svona hafa áhrif á getuna. Ég hljóp nú ekki mikið, en þú veist, sterkur var maður og svo þú veist, næsta tímabil eftir þá var ég bara 77 kíló og miklu sprækari og meiddist eiginlega ekki neitt. Ég meiddist svolítið mikið þegar ég var 90 kílóin. Já, ég get ímyndað með það. Og þú veist, þannig að allt það sem ég er að láta íþróttamenn gera í dag er eitthvað sem ég hef prófað sjálfur og svona unnið svona með, þú veist, þannig að ég var ekki að taka sénsinn á okkur íþróttamanni, sko. Nei, það getur líka verið ansi dýrt. Ég hef sjálfur unnið þetta svona alltaf að prófa, alltaf sjálfur við fyrst og kannski bróður minn. Já, það er gott að hafa svona tilraunir til líka. Og svo þarna út frá því hvernig það hefur þróast og unnist á getur maður kannski svona byggt upp framtíðarprógrami sín. Fyrst erum maður líka að fara í og talar að lesa mikið og talar líka eins og með Helga Jónas og metabolikið. Hann býr til þessa functional training stemmingu svolítið á Íslandi í kringum IAK Keilisnámið á sínum tíma sem var þrusuflott nám og Keilir hefur þróast rosalega mikið. Veit ekki hvort það sé alveg þessum pælingum ennþá, en þetta byggði rosalega mikið minn grunn upprunalega á sínum tíma. Hugmyndafræðin í dag hefur ekki þróast meira út í þessa klassísku einkaþjálfun frekar heldur þessa functional training einkaþjálfun sem bara gott og gilt líka. En út af að tala þessa functional training og lesa mikið á þessum tíma, hvað varstu helst að leita í? Ég get ekki sagt að ég leitaði í eitthvað eitt, sko. Þú veist, ég bara, ef það var eitthvað sem voru bara handlóð eða ketibjöllur eða plyometrics eða whatever, skilurðu, þá var ég að lesa það. Ef það var eitthvað bara, þú veist, eitthvað frá Schwarzenegger eitthvað, þá las maður aðeins minna því, skilurðu. Já, varstu þá kannski að kíkja svolítið á Mike Boyle pælingarnar á þessum tíma, því að kannski hefur hann svona, ég veit ekki hvort hann hefur komið mikið á sjónasvið allavega á Íslandi á þessum tíma, allavega vissi ég ekki hver þetta var þá, en það var ég er gamall og þú, sko, ég hef ekki byrjað að leggja sér djúpt í þetta þú, sko, á þessum tíma. Sko, ég hef eiginlega sótt til að flestu námskeið eða lærdómur meira og meira frá Bandaríkjunum, þannig að, þú veist, internetið var náttúrulega þegar ég var ungur, sko, það var bara nýkomið, ef ekki orðað þannig að maður var svolítið mikið að grúska og leita og þannig að, jú, Mike Boyle, ég vissi á honum og svo í kjölfarið á því að þá heyrði maður Martin Rooney. Já, þú ert mikill Martin Rooney maður, þú stofnaðir Training for Warriors á Íslandi. Nei, ekki á Íslandi, það var nú annar maður undan mér, Kristinn Þorri, hann var fyrstur og svo var Stebbi Birgis, en ég kynnist ég og ég get eiginlega sagt að mjög mikið af það sem að Martin Rooney hefur lagt upp með er ég ennþá að nota í dag. Hann náttúrulega hefur þjálfað, ég veit ekki, þú veist hvað, örugglega þúsundir íþróttamanna. Já, og hugmyndina hans eru bara mjög flottar á þessu sviði. Ég tek sjálfur margt úr hans pælingum líka og hef innleitt í mín prógram og mína pælingar. Já, og svo náttúrulega hvað heitir hann Dörkin. Já, Todd Dörkin, já. Þið eru ekkert svona ósvipaðir karakterar, svona hressir og sprækir. Já, sko, hann náttúrulega á heim í San Diego. Sko, konan bjó í San Diego, mágur minn býr í San Diego, ég hef sjálfur hitt hann, þú veist, á stöðinni, þannig að, þú veist, hann er skemmtilegur, sko. Já, ég fylgdist mjög mikið með honum í gamla daga, hann var að þjálfa eins og Drew Brees og svona gæja. Já. Sem er fyrir quarterback New Orleans Saints. Já, og þú veist, hann er, þú veist, pælingarnar eins og úr bara NFL, skilur, það er alveg yfirfærað á, þú veist, handbolta, fótbolta. Klárlega, skilur. Og líka svona í gegnum árin hefur ekkert verið mikið til styrktarþjálfun í fótbolta sem meika mikið sens. Nei. Það hefur náttúrulega verið erfitt að finna þannig efni og þess vegna þurftum alltaf að innleiða einmitt hugmyndir úr hinum af þessum íþróttagreinum og láta það meika sens inn í fótboltaheiminn. Þú veist, ég er klárlega sjálfur þar líka með alla mína pælingar. Það er kannski svona, ég ætla bara að segja bara rétt fyrir COVID sem kannski fer fyrst að sjá eitthvað svona sem fyrir að meika sens í fótboltanum, því þetta var búið að vera bara þetta heitir circuit training, þetta var meira svo bara sirkustreining, sko. Já. Og það var svolítið mikið það, þannig að menn voru líka, sko,
fyrir bara 15 árum þegar maður var svona aðeins að spá aðeins í þessu. Þá voru bara styrktaræfingarnar bara prógram frá okkurum þess vegna bara í bodybuilding eða whatever og þú varst bara að vinna í tækjum og gerði bara einhver 6 set og einhver 20 reps, gjössalega grillar, fór svo fótboltaæfingu. Sko ég bara tala frá mér þegar ég er að æfa fótbolta á sínum tíma og við erum í styrktarþjálfun, þetta er kringum 2000. Þá förum við inn í tækjasalinn og það er sagt farið 3 hringi og gerið 10 reps á öllum æfingunum. Veist, það var dýptin í styrktaræfingunum. Já, svo voru einhverjir sem komið með einhverja pælingar með korið og þá var kannski bara kor í 45 mínútur. Já. Skildi enginn okkur og varst að bara kviðslit og öllu. Já, og bara nárin farin og eitthvað skilur. Þannig að, þú veist, maður lenti alveg í meiðslum þegar maður var yngri og allt það og sá líka menn í meiðslum og maður fór endalaust að pæla er eitthvað sem að ég get bætt, skilur þú veist, sem þjálfari, þú veist, geti lært af ykkurum, geti betur bæta og þannig að þú veist, eitt af því bestu sem maður gerir var náttúrulega, maður fekk reyndar þegar ég var 14 og þá var, svo ég fari í eitthvað annað þegar ég var svolítið til að hoppa úr hinu þessu að það var Óli Þór Magnússon sem var í Keflavík. The Legend, sko, maðurinn sem var með þú veist, 2 metra ummálum lærin að hann sagði þegar ég mætti á eina æfingu í Keflavík sko, ef þú ert að spila fótbolta þá voru þú að fara að lyfta og Óli Þór var náttúrulega alltaf bara að lyfta þannig að maður svona fekk smá kennslu þar sko. Já. Og en þá var þetta bara þú veist fótapressa og leg curl og fastur í tæki og svona en þú veist maður gerði þetta alveg í 1-2 ár og maður fann bara að maður var miklu sprækari. Miklu meir kraftur í öllu. Já, þú veist, bara 14-15 ára. Svo svona minnkaði aðeins á hérna á fótboltanum og maður fór að snúa sér að vinnu eða eitthvað svo leið. En þetta sat alltaf svona bak við eyrað. Og svo þegar maður fer í framhaldsskóla, þá var Guðni Kjartans þar og hann var, þú veist, með fullt af svona skemmtilegum þýskum áherslum sko og þar var einmitt weight training. Ok. Og það svona var eiginlega svona fyrsta sem var greip mann þegar hann var eitthvað 17 ára, 18 ára og eftir það þá er maður bara búinn að vera að hugsa styrktarþjálfun eiginlega bara meira og minna. Það er skemmtilegt að heyra þetta input að þessu, þetta er svona aðeins. Já, þú veist, spáði, ef hann aldrei sagt við mér, skilurðu, ef hann ætlar að geta eitthvað, þá verður að æfa, þá hefur maður örugglega aldrei farið í þetta, sko, þannig að. Nei, nákvæmlega. Þú veist, er svona, Legend segir eitthvað hann, þú veist, bara gleipið maður allt, sko, þannig að, já, þá er þetta svona, þú veist, þetta moment og kannski líka Nonni frændi, hann var á kafi í lyftingum þannig að það var nú auðvelt fyrir mann að fá einhverja alvöru kennslu líka. Nákvæmlega, það er bara, þetta er verðmætt og hefur skilað sér heldur betur á lífsleiðinni seinna meir. Já, það er bara staðan. Ég hef ekki mætt til vinnu, þú veist, í 20 ár. Ég er að sinna því sem að brenni fyrir, sko. Það er bara the beauty of it. Eins og ég segi alltaf, það er aldrei kvöð að mæta í vinnuna. Ég hef alveg verið í vinnu sem ég er bara meika ekki að mæta og það er kannski á þeim tíma þegar maður er í skóla, maður bara, vinnudagur í dag. En í dag þá er maður bara, mann hlakkar til að takast á við verkefni dagsins og bara svona problem-solva það sem er í boði. Þetta bara geggjað sko. Já, ég meina, þú vaknar og þú ert með eitthvað í hausnum, skilur, þú ert að vinna með það og þegar þú ert að sofna, þá ertu að fara yfir, þú veist, ég gerði rétt eða, þú veist, ég hefði getað gert það betur. Já. Þannig að, þú veist, þá veit maður að maður er að sinna ekki bara vinnu heldur, bara blúsandi ástríðu, sko. 100% og líka mjög gaman að heyra þegar þú ert að tala um það að skoða hvað það geta gert betur á þennig. Því ég ger þetta sjálfur líka eftir hvert tímabil á fer ég yfir bara ég reyna að monitora allt árið bara varandi meðsli hitt og þetta hvort ég sjá eitthvað svona mynstur sem hefur komið í gegnum varandi, já þú veist, eru alveg ykkur hamstringvesinni eða náravesinni er eitthvað sem ég þú veist, er eitthvað sem ég hef getið gert betur og mér finnst nefnilega mjög mikilvægt að taka þetta úr tímabilinu inn í næsta tímabil og yfirfara allt sem hefur verið gert og þá snýst ekki endilega bara um gimmið, þetta snýst líka um bara, þú veist, ákveða fótboltaæfingum er ég einstaklingsmiða nægilega vel traininglótinu og þetta er eitthvað sem ég held að sé svona góður skóli fyrir flesta sem er að þjálfa að taka með sér. Já, nú er ég á 7. tímabilinu eða eitthvað. Nú er ég búinn að fara hring sko. Já. Það sem ég er að gera núna í ár
var ég meira að gera kannski í byrjun. Já, og það líka mjög eðlileg þróun. Þú veist, þú tekur oft svona ákveðin hring og svo gleymist líka ákveðin grunnatriði þegar maður komin x langt í projektið og eins og fyrir þig líka, það kannski bara mjög hollt fyrir þig kannski að stíga aðeins í annað umhverfi smá tíma og koma aftur einmitt og fatta, já, við þurfum að vinna í grunngildanum þegar þú mætir aftur á svæðið. Já, og þú veist, og svo maður náttúrulega, þú veist, búin að vera með, eins og segi, mismunandi teymi og ég hef lært alveg gríðarlega mikið af hverju teymi fyrir sig. Trúi því. Hvað maður segja, þetta eru bara þeir sem hafa unnið flesta titla bara síðan 20 ár Algjörlega. Í íslensku fótbolta. Og bara svolítið teiknað það munstur og hvernig það hefur svona átt stóran þátt í þróun fótboltans á Íslandi í seinustu 20 ár. Já, og síðasta tímabil, þú veist, kemur náttúrulega bara óvænt inn þarna, en það sem maður læriði til dæmis af Eiði Smára, þú veist, það var alveg ótrúlega mikið, sko. Ég trúi því. Sá maður veit ekkert smá mikið bara fótbolta og sko fitnessið, alveg kom mér á óvart hvað hann var mikið innvolvaður inn í bara til dæmis einhver meiddist á æfingu, þá var hann bara komið með bara, við höfum lært að þetta og ég horfði bara, byrju, hvernig getur þú bara fundið það út, skilurðu? Já, hann þekkir þetta allt, hann er þetta með mikla reynslu og ég man bara eftir því ég var að þjálfa hann líka, veistu, hann var virkilega vel að sér kominn á svið bara fitness-þjálfunar, sko. Já, veist, ég vissi að hann væri góður í fótbolta, sko, og vissi allt fótbolta, en þegar hann var komin inn á þetta sig, þá var maður bara, ég að fara að vara mig, sko. Ja, hann var alveg virkilega flottur í þessu og algjörlega vonandi verið hann komin aftur að þjálfa fljóta því að hann er alveg, eins og segir, hann er bara hann viskubrunnur. Algjör, sko. En kannski förum aðeins lengra og ræða meira þetta hlutverkið hjá Val. Hvernig myndirðu útskýra þitt hlutverk innanbúðar? Nú ertu bæði með karla og kvennaliði, ertu að sinna saman hlutverki á báðum stöðum, ertu með ólík hlutverk sitt hvoru megin? Hvernig svona stóra myndin af hlutverki Jóa hjá Val? Sko, já, þetta er eiginlega svona að hluta til mjög lík hlutverk en samt á saman tíma frekar ólík, sko. Kalla megin þá hef ég oftast verið með GPS-tölurnar líka, en við erum með annan strákar, hann Hákon Ernir, hans ábyrgð er á kubbunum, þannig að það er svona aðeins léttar að vera mig þar, en ég sinni raun því að vera líka bara tengilegur við sjúkraþjálfarann á æfingum, þannig ef einhver leikmaður meiðist eða eitthvað, þá er ég fyrst í kontakt. Ég er að fylgja álagstýringu hjá báðum hópum og hef input við þjálfunna, tölvöld meira kannski kvennamegin. Pétur spyr mig reglulega bara, þú veist, er rétt að gera þetta og rétt að gera þetta, sem er bara frábært og svo náttúrulega eru kalla meina sem að Arnar og Siggi eru að ég sé alltaf hvað eru að gera, ég hitti báða hópun alltaf fyrir æfingar, þannig að ég veit hvað fer fram á vellinum, þannig að þá er uppbytun eða príhapið svolítið út frá því. Í ára þá til dæmis tók ég þá með þetta ákvörðunum að ég ætla að hafa aðeins minni styrktarþjálfun heldur en ég hef gert undanfarin ár, af því ég, eins og kalla meina, þá hef ég 30 mínútur fyrir hverja einustu æfingu, þar sem við erum að taka liðkun, við erum að taka core og við erum að taka styrktaræfingar og það er eitthvað sem ég aldrei gert áður, aldrei fengi áður og það eru, það er alveg meiðst og allt það, sko, en þau eru minni, það er ekki eins alvarleg meiðsli eins og hafa stundum komið upp, en ég vil náttúrulega gera meira, veist, ég væri til í að hafa það væri bara fastur, við erum bara lyftingadagur og svo bara fyrir eitthvað auðveldar fótboltaæfingar þar eftir, það kannski verður á næsta ári, en ég ákvað með þetta að fara í þetta því að bæði karla- og kvennaliðið eiga svolítið inn í hraða og ef ég ætla að fara einblína á hraða og massífa styrktaræfingar, þá væri maður að fara að lenda í smá vítahring, það sem að leikmenn væri að fara að meiðast, þannig að báðir hóparnir hafa til dæmis sýnt fram á það að þeir hlaupa hraðar og
geta hlaupið meira á að meira ágæð heldur en gerði í fyrra. Ok, þetta áhugavert. Já, þú veist, miðað við það að maður að gera fyrir hver einustu æfingu, maður að gera eitthvað ákveðið, að vinna að markmiðinu, að gera menn aðeins hraðari. Já. Þannig að þú veist, maður þarf ekki að hafa 2-3 massífa styrktaræfingar. Þú getur gert það, veist, og það eitthvað sem ég vil gera líka meira, en eins og þetta hefur gengið núna, þá hefur þetta bara gengið ágætlega. Og þetta þekkt líka úr atvinnumanna umhverfi að hafa svona lítinn tímaramma í kringu hverju æfingu sem daglega styrktaræfing. Já. Og ég held alveg að þetta sé vel þróuð pæling að hafa þetta svona, því að þú getur náð svo miklu eins og þú segir, þú samt ekki að keyra fólk í grasið á styrktaræfingunum. Kannski ætlaði off-season að bæta alvöru dæmi inn, sko. Það verður þannig, sko, menn geta að fara að laka til. En ég held nefnilega samt að þetta sé eitthvað sem við megum læra af á Íslandi, að vera, þetta dettur oft út svona styrktaræfingar þegar sérstaklega nærri og tímabili, en ég held að hálftíma rammi bara með örfáum æfingabreytum sem við erum að leggja áherslur á muni hjálpa rosalega mikið, sérstaklega eins og segir líka í power output, hvort sem við kemur hraðið eða eitthvað annað. Það held ég sé rosalega sterkt að vera bara að byggja þetta, að við séum alltaf að fá þetta svona trainingsstimuli sem svona æfingaörfun. Já. Við þurfum alltaf að örfa taugakerfið hægt og rólega yfir tímabili líka bara svo við stöðnum ekki. Þetta er erfitt kannski við erum með 2 leiki á viku, en það ekkert sem banna það að taka eitthvað svona, hvað segir maður, nervous system priming æfingu, taugakerfis virknisæfingu, til dæmis daginn fyrir leik, á leikdag og alls konar svona í kringum. Þannig ég held að þú séð virkilega að hitta naglann á höfuðið með þessu. Já, svo ég bæti inn þá kallaliði með activation á leikdegi. Já. Alltaf. Og þú veist, þá erum menn að mæta með einhverjum 6 tímum fyrir leik, 7 tímum fyrir leik. Og þetta bara 20 minn að vinna á búið, sko. Já, og það má heldur ekki vera mikið meira. Nei, ég að segja, þú veist, það bara liðkun og svo bara yfirleitt eru menn að labba út eftir 12-15 mínútur og menn sem að þurfa eitthvað meira, þeir eru bara einhverjum 4-5 mínútur seinna. Já, nákvæmlega, því að versta sem þú gerir að sitja á raskatinn allan daginn og bíða eftir leik. Þetta er svo mikilvægt aðeins að koma skrokknum í gang. Ég líka, sko, það sem var að spá í aðalega þar að við erum að byrja fótboltaæfingu út á grasi klukkan 10:30. Já, byrja með klukkan 10 og þú veist, að því að við höfum þetta umhverfi sem Valur yfir, sem bara, þú veist, bara alvöru umhverfi, þið eru bara með eðlilegan vinnudag. Já. Við getum bara orðað það þannig, þið bara mætið í vinnu snemma á morgnana og bara eru búin á eðlilegum tíma. Já, og þú veist, og líka á leikdegi, þá viljum við líka halda í þessa rútínu að þú ert mættur þarna. Já. Að því að það svo mörg lið sem ekki mörg lið heldur, þú veist, það ekkert margir sem að taka activation á leikdegi. Nei, alls ekki. Og mæta svo bara, þú veist, og svo bara kemur ljósa að þú ert bara ekki eins feskur eins og ég held að þú væri, sko. Nei, nákvæmlega. Það var svolítið mikil áhætta fyrir bara leikmann og líka fyrir þjálfarna, bara, þú veist, getur leikmaður performað eins vel, skilja. Nákvæmlega. Þá kemur kannski spurning í hjólfærið að maður heyrti einmitt eftir æfingar því þið æfið snemma á daginn að þið hafi haft hádegismat alltaf eftir æfingar. Já. Eru þið líka með það eftir þessar activation æfingar á leikdag, fáið þið game day máltíð? Já. Ok, frábært. Þannig að þú veist, þetta umhverfi sem núna hjá Val, ég veit að það var reynt að hafa þetta, var það ekki bara 2020 sem við byrjuðum að reyna eitthvað svona, þú veist, að hafa einhverjar morgunæfingar eða hádegisæfingar. Nú var það svo gamall, maður var að gleyma þetta var að renna saman í 1 hjá manni. Það eru þetta 2020-2021 er bara sama ári því að gerist ekki raskat. Það gerist ekki raskat, það var bara og ég ekki heima, eða þú veist, já, þegar Heimir byrjar, var það 2019? Þið Valur vinnur 2020, hann kemur 2019-20 heim. Já, þannig að þá vorum við eitthvað að reyna að byrja með eitthvað svona þessa pælingu og svo hefur þetta smá saman bara undirsótt upp á sig og mér þetta bara að vera að gegja, sko, vegna þess að þeir út að vinna með 2 meistaraflokka sem dæmi, sko, það var svo erfitt að vera að hoppa milli æfinga og ég fann það þegar ég var með allan klubbinn, það var maður mættur snemma. Já. Og svo var maður að hoppa kannski milli 3-4 æfinga á 2-3 tíma ramma, sko. Og með mismunandi nálgun eftir mismunandi íþróttagreinum, svo ertu með kalla og konur líka í mismunandi íþróttagreinum, mismunandi nálgun og rosa ólíka karaktera.
Þetta rosa krefjandi vinnuumhverfi. Ja, mjög svo, og svo kannski leikur í kjölfarið, þú veist, klukkan 7 eða eitthvað, þannig að hérna, maður fann það, maður var hann frekar lúinn og þreyttur, en eins og þetta umhverfið núna, þá, þú veist, þá ég bara að sinna karlaliðinu fyrir hádegi og kvennaliðinu eftir hádegi. Og svo ertu kennarinn á milli? Svo kenni ég í 3 tíma, smá sjátátt á hérna Áslandsskóla, það eru bara, vil ekki losna við mig, þannig að hérna, ég fæ að kenna 3 tíma á dag. Frábært, það alltaf mikilvægt að halda í ræturnar, kennararæturnar. Kennararæturnar, það var nú gefið maður ýmislegt. Nákvæmlega. Heyrðu, hvernig hérna setur þú upp æfingavikuna? Hvernig myndirðu lóta hann ef við horfum á svona training monitoring? Við getum bara tekið pre-season og svo bara in-season. Já, pre-seasonið þá hef ég haft það bara að dagur 1 og 2 eru bara frekar rólegir. Og reyni þá að henda inn kannski styrktaræfingu þar. Svo dagur 3 og þá svona kannski mest álagið. Dagur 4 þá droppar hann niður eða jafnvel frí. Og svo dagur 5 þá erum við með poweræfingu og hérna frekar stutta fótboltaæfingu. Já. Og er það þá meira taktísk kannski út á velli? Já, eitthvað svoleiðis sko. En hérna, þetta það sem ég gerði í vetur og hérna, gekk nú bara ágætlega og ég hefði verið til í að hérna, við æfum ekki daginn eftir leik, við æfum 2 mínútum eftir leik. Ég hefði viljað hafa daginn eftir leik að þá væru menn að koma og lyfta. Ok. Það bara mín nálgun, skilurðu. Okay. Ertu það að lyfta þungu eða bara taka hreyfiferla eða ertu að taka bara concentric only hverju nálgun helst? Bara þungt. Ok. Bara mismunandi náttúrulega eftir hvaða leikmaður þetta sko. Já. Nú hef ég sjálfur ekki farið þá leiðina en það væri gaman að heyra þína hugmyndafræði af hverju þú vilt að lyfta þungu daginn eftir leik. Að lyfta þungu daginn eftir leik tel ég að muni benefita leikmannu sem mest. Hvað ertu að tala þá mörg reps cirka bóti eða hversu mörg prósent af max manna 1RM? Ég að ára á svona 5-6 kannski. Endtekningar? Já. Ekki meira og hámark eitthvað 3 sett. Ok. Góð hvíld á milli að sjálfsögðu og hérna, já. Leggurðu áherslur á að þú ert að fara líka, þú veist, ertu að hugsa bara að fá vöðva samdrátt inn í sem sagt konsentric hlutanum eða ertu líka að hugsa vöðva niðurbrótið í ísentric hlutanum þegar kemur að þessu? Já, þessast niðurbrótinu, númer 1 og 3. Þú veist, bara að vinna á maður hraða fyrir öllu. Ok. Það ekki allir sammála mér og þú veist, þetta allavega það sem að ég tel að þessi réttast en svo náttúrulega komum við inn í það, þú veist, við erum kannski að spila 2 leiki í viku, sumlið að spila 3 leiki í viku, þannig að þá nærmar þess aldrei sko. Nei, og þú bara að lesa viku fyrir viku. Já. Því að eins og maður segir að þú skrifar planið með blýant ekki penna sko. Því að það ert ekki að stróka út og breytt og svo líka eins og hérna við þurfum að díla við veðurfar. Og það færast leikir hægri vinstri hérna eftir bara í hvað átt vindurinn blæs sko. Já, og svo erum við líka með það það sem ég alltaf að taka meira og meira inn í, það bara að við erum að spila svo rosalega mismunandi undirlagi. Klárlega. Og æfingarnar eins og síðasta vetur, þannig að það var hérna 20 stiga frost í einhverja 10 daga eða meira. Þetta voru bara 2 mánuðir og ég ekkert að djóka sko. Ég á hund, ég fyrir út með hundinn daglega, ég man hvað þetta var skelfilegur tími sko. Þá, þú veist, þá vorum við að æfa í Eiðsvöllinu og vorum að fara á Írvöllinu eitthvað og þú veist, það komum bara meiðsl út af þessu sko. Nákvæmlega. Svo vorum við mætt aftur á Hlíðarenda út í -20, þannig að og einhverju leikir hérna inn á milli líka í skítaveðri, þannig að hérna, þú veist, þessi hugmynd hjá mér skiluru, hún er ekki gengið, ekki þetta árið sko. En ég reyni alltaf að hafa þegar menn mæta þarna +2 að þá lyftingar, er styrkur, það öðruvísi uppbytun. Já, 2 dögum eftir leik þá. Já, 2 dögum eftir leik þegar við mætum sko. Og hún maður sér það alveg að menn eru bara alveg vel þreyttir á æfingunni. Já. Menn fara út og það þú veist, það bara fótbolta. Já, nákvæmlega. Það er gaman að þessu, en við vorum að tala undirlagið. Sérð þú eitthvað mun á GPS-gögnum eða bara með the coaching eye
þegar þú ert að spila á grasi og gervigrasi hvort að menn séu ferskar eða ekki eftir hvernig æfingavikan bara byggja sig upp. Það er að segja, þú veist, segjum að þú sért vanur að æfa á gervigrasi og þið eruð alltaf á gervigrasi eins og við gerum það líka, svo mætum við á grasleiki, sérðu eitthvað áberandi? Já, þetta er allt öðruvísi íþrótt að spila á grasi og gervigrasi. Já. Og eins og maður elskar lyktina af nýslaugnu grasi yfir sumarið, að þá myndi ég alltaf velja gervigras. Já. Að þú veist, það er kannski grenjandi rigning, boltinn skoppar vel og allt það, en svo ertu á grasvellinu og þá eru menn bara þyngra á sér. Og líka, ef það eru einhverjir veikleikar í stóðkerfinu hjá leikmönnum, þá kemur það svo leysi ljósi eftir þessi leiki, sko. Heldur betur. Og það sem ég er líka fann að sjá svolítið mikið er að kálfakrampar. Sko, þú ert alltaf að æfa á gervigrasi og fer svo á grasið. Mér finnst vera rosalega mikið bara svona samtengi það að menn bara byrja að krampa svakalega upp í kálfunum út á undirlagsbreytingunum, því að þetta er allt annað impact, þetta er allt annað svona vibration sem fóturinn þarf að skynja og þetta er allt annað load, þetta er rosa ólíkt eins og segir, þyngri vellir. Já. Og svo stundum er þeir þurrir, stundum er þeir ógeðslega þungir og blautir. Já, við höfum náttúrulega spilað líka á mjög þurru gervigrasi í efstu deild, sko. Það er ekki verið að bleita nema kannski helminginn. Það er ekki hægt held ég á sumum stöðum eins og í okkur, við erum alltaf einhverja eina byssu í hverju horni, það er einhvern veginn að ná alls staðar. Já, þú veist, það eru ennþá velli sem ekki með bara sprinklerkerfi og þú veist, það er bara eins og það er, skilur en. Þegar þú kemur í kórinn, hann er kannski blautur í 60 mínútur, svo er alltaf seinustu 30 bara svo eyðimörk. Já, ég var nær því, það var 60, ég hef ekki ennþá spilað þarna og hann er blautur þegar boltinn fyrir út eftir 15 mínútur, þá er það bara allt alveg skráðust, en sko, kálfakrampar á þessu tímabili hef ég ekki séð eins mikið af því okkar megin. Nei. En það er svona meira svona hásina. Já, stífur í hásinum daginn eftir. Já, miklu meira þannig heldur en að séu krampar, sko. Nei, og svona kannski langvarandi hásina, þú veist, alveg í góða 2 vikur. En það er hásin ekki vöðvi, það er sín, sko, og sín er lengur að recovera undan álagi, sko. En það er svona kannski eina sem að ég hef tekið mest eftir þessu tímabili, að það er ótrúlega menn sem að eru að stífna upp, sko. Með þessar menn sem að kannski hlaupa ekkert vola, það eru samt stífir. Nákvæmlega. Nefn ekki upp. Nei, það er óþarfi. Það er algjör óþarfi. Við hendum engu fyrir rútuna. Sérðu fyrir þér hver önnur skref svo á ferlinum eftir val eða hvert er framhaldið hjá þér? Já, sko, ég hef alltaf haft mjög gaman að sjúkræðarþjálfun. Já. Og ég átti nú góð samtal við Einar Óla sjúkræðarþjálfara á æfingaferðinni og kannski fer ég í sjúkræðarþjálfun, ég veit það ekki. Það er alveg spennandi, klárlega. Já, svo langar mér eiginlega meira líka, þú veist, ég er náttúrulega 46, ég var 47 náttúrulega tímabilið. Þú veist, ég var líka til í að vera meira bara í bara svona data analyzing eða vera kannski meira bara í einhverju ráðgjaf og hlutverki. Já. Þú veist, miðla reynslunni, þú veist, ég veit það er að koma fullt af mjög skemmtilegum styrktarþjálfurum og svona og það er líka fullt af verkefnum í neðri deildum. Þú veist, að það er einhvern veginn að koma þessu á hærra plan allt. Ég veit að það eru sum lið sem að lyfta bara ekkert. Nei. Og það eru sum lið sem að eru bara með aðstoðarþjálfarann sem sér styrktaræfingar. Svo er þetta oft bara þannig að þessi lið eru með, eins og segir, þeir eru að díla við annað budget og eru kannski bara með Excel-skjól og þeir eru bara að haka við styrktarþjálfun einu sinni í viku. Sem einhver, eins og segir, aðstoðarþjálfarinn gerir eða jafnvel fær bara eitthvað prógram einu sinni í viku eða eitthvað. En það er bara einhvern veginn að díla við þetta. Já, og þú veist, það er líka svolítið heillandi að þú veist, setna mér eftir einhver ára að fara bara í eitthvað svoleiðis. Flakka milli liða að vera bara hreinlega með heila deild bara, sem að sér þetta sjálfur. Nákvæmlega, safna öllu gögnum og... Já, og þú veist, ég er svolítið miklu meira þar. Ég er mjög gaman að bera saman tölur eins og veist og við hefum náttúrulega skipt stundum á tölum. Já. Og þá svona sér maður bara ok, þú veist, ég get náð meir út í minni liði eða þú veist, ég er langt undan þessum liðum. Og svo kannski líka að hugsa, þú veist, hvað þarf ég að gera, já, þú veist, maður þarf líka alltaf eins og talar sjálfur,
ég get ítt mínum leikmannahóp lengra eins og það maður líka horfa oft sko hvernig fótbolta er ég að spila versus hitlið líka sko. Já, og þú veist, ég held að okkar lið séu svona á svipuðu hvernig fótbolta viljum spila sko. Já. Við líkjum ekki mikið aftur. Nei. Og þú veist, það er eiginlega, ég held bara allir þjálfararnir hafi þeir sem ég hef verið með og allir vilja að spila eiginlega svona skemmtilegan sóknarbolta, mikið hlaup og svona kraftmikið. Þannig að ég veit ekki hvernig ég myndi vera á einhverju liði sem væri bara myndi liggja tilbaka, hvort að ég myndi nýtast eitthvað mikið mín þekking. Nei, ég hlýða saman hlaupunum. Já, og bara standi í hælan allan tíman. En þú veist, svo getur vel verið ég fari bara í að mála eða eitthvað. Nei, ég veit það ekki, þú veist. Allavega, ég kem til með að vera eitthvað meira í íþróttaheiminum, sko. Í hvaða hlutverk að verður ég á bara mjög erfitt með að svara. Veist, ég held að ég hafi eitthvað fram að færa á mörgum sviðum. Nákvæmlega. Og hvort það sé bara að setja upp í stúku og telja hlaup eða eitthvað, þú veist. Gamla góða leiðin. Gamla góða leiðin eða þú veist, eða bara liggja yfir einhverju data eftir leiki og koma með eitthvað input eða á æfingum skilur það ég veit það ekki. Nei, það verður gaman að fylgjast með. Já, ég veist að fallið þá er maður bara að kenna. Nákvæmlega, ekkert að því heldur. Nei, það er gott. Skóla framtíðina. Já. Heyrðu, við ætlum að fara næstu spurningu. Hver er mesta skepnan í Valsliðin í dag? Kalla á kvennamegin. Mesta skepnan. Sko, mesta skepnan það er eiginlega 2 skepnur sko í báðum. Ok. Ég myndi segja að sko kvennamegin er mesta skepnan myndi ég segja að væri Arna Sif. Já. Þú veist, það hleypur enginn framhjá henni. Og svo erum við meina mjög unga sem kom úr Vesturbænum, úr KR, hún Ísabella. Já. Það er ekki sýst í Guðmundar, Andra? Jú. Það eru ótrúlega tökkur í þessari stelpu og hún lætur ekkert vaði yfir sig sko. Gargar öskar, ég held sem er í bann í næsta leika þegar hún kom í 4 spjöld fyrir eitthvað kjaftbrúk sko. Og kalla megin, þá eru við með... Er það bróðurinnar? Nei, sko, þeir eru þarna nokkuð margir, veist, en... Við hljótum að hafa Birki Má að þessum lista, allan með að hlaupagetu. Sko, hlaupagetin á Birki Má er ótrúleg, sko. Ég held að geti klárlega að spila allavega 2-3 ári viðbót. Veist að þetta er algjör athlete. Þetta er bara náttúrulegur íþróttamaður. Já, en ég veit ekki hvort að menn séu sammála mér en sko, Kristinn Freyr, hann er ótrúlegur. Já. Og þú veist, við erum glætt í beiti okkur sem að horfa á hann, þú veist, er ekki sammála en hann er algjör skepna. Hann er náttúrulega að ég held bara í sinu allra besta standi. Hann lítur vel út á velli. Mjög. Og ég var alveg til í að taka smá glímu við hann Hólmar. Já. Klárlega, varnartröllið. Já, þú veist, ég held að ég myndi endast kannski svona 15 sekúndum með öðrum og þá var ég liggjandi niðri. Svo er hérna ungu strákur sem heitir Hlynur Freyr. Já, hann er heldur betur búinn að vera flottur í sumar. Já, og hann er, þú veist, ég myndi kannski segja þessi 3. Já. Kalla mig. Gott sjátt. Heyrðu svona í lokin, bækur, námskeiða, podcast sem þú myndir mæla með fyrir hlustendur sem þú ert að nota þér svona til dægrastyttingar. Sko, hún er bara þarna í hillunni að þér. Spiritualization training. Já. Ég er alltaf að glugga í hana. Þetta er rosalega mikilvæg bók þegar kemur að álagsstýringu. Já, og ég held ég fari í hana einu sinni í mánuði. Já. Og ég bara, já, herrðu þetta, já, ég var búinn að gleyma þessu. Podcastin, ég verð nú að viðurkenna að ég hlusta hana ekki alltaf mikið á podcast. En ég hlusta hana þar alltaf á Martin Rúni og Dörkin. Það var svona þau podcast sem ég hlustaði á, það er nú alveg 2-3 ár sem ég hlustaði síðast á podcast með þeim.
Og hvað sagðirðu meira? Og er einhver námskeið sem þú mælir með líka? Námskeið, sko, ég myndi segja bara ef það er eitthvað sem heillaði þig, eitthvað sem þú finnst að skipti máli, hvað sem að sé í háskóla eða eitthvað summit eða eitthvað út í heim, það skellar á það. Af því að það er alltaf eitthvað í eitthvað námskeið sem þú getur tekið. Nákvæmlega. Ég allavega, það námskeið sem kom mest óvart, fóru nú einmitt með þér hérna á Magna Mór. Já, hann var flottur, mjög flottur. Mjög flottur, sko. Þannig að ef það kemur eitthvað high profile þjálfari eða fræðimaður, farðu á það. Þú lærir alltaf eitthvað. Sammála því. Alveg sama þó þetta sé eitthvað efni sem að þú tilur þú kunnir upp á hár, að þá er alltaf eitthvað sem að mun gjörbreyta þinni sín á það sem þú kannt. Og líka kannski ofan á það er þetta oft bara rosa góðar áminningar á þú setur að gera góða hluti eða er eitthvað á svona námskeiðum sem getur líka tekið með þér. Þú ert ekki alltaf að læra eitthvað nýtt en þetta er oft líka bara svona staðfesting. Já. Og það er mjög gaman líka. Þá veit maður allavega það sem eru verið að gera undanfari ár eða undirbúningstímabili, að þá er maður á réttri leið, skilur. Maður er alltaf að reyna að bæta, eins og ég sagði við, ég er alltaf að hugsa í lók dag, skilur, var ég að gera rétt í dag, og þá er þetta bara svo góð áminning þegar maður er búinn að fara á þessi námskeið og setja að gera rétt. Þess að það er alltaf, maður lærir alltaf mest á mistökunum, en maður lærir líka mest af því þegar einhver sem er að halda námskeiði er að segja nákvæmlega sama sem þú ert að gera. Nákvæmlega. Er þetta ekki bara frábær loka orð? Gekkja orð. Takk fyrir komin í dag, Jói. Gaman að spjalla við þig. Sömuleiðis, takk.